koma næsta lið á dagskrá og það 10. liður, efling trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu, skýrsla starfshóps forsætisráðherra og því máls tekur María Berta Hilda Janættisík. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lýsa rokkhátíð samtalsins var haldin á dögunum og þetta var algjörlega frábær hátíð. Við hefum kannski viljað sjá fleiri þátttakendur og ekki síst fleiri þingmenn og ráðherra sækja þessa hátíð heim. En hins vegar það samtal og ýmislegt sem að þar kom fram og kannski ekki síst vegna þess að sænsku þingkosningarnar voru akkurat á sama tíma að þá var mér mjög umhugað lýðræðið sjálft eftir þessa hátíð. Eftir umræður vantraust á stjórnmálum, vantraust á stjórnsýslu, vantraust á fjölmiðlum, þá svolítið stutt í stundum að það geti grafið undan lýðræðinu sjálfu og þegar við treystum ekki á lýðræði þá getur við orðið stutt í það að leiðtoginn innan gæsalappa birtist okkur og ætla að bjarga okkur frá okkur sjálfum. En forsætisráðherra skipaði starfshóp eflingu trausts á stjórnmálum sem að fylgir þessum lið fundarins, eflingu traust á stjórnmálum og stjórnsýslu og starfshópurinn búinn að skila af sér og að núna í opnu samráðsferli til 28. þessa mánaðar. En þessi skýrsla rosalega áhugaverð. Ég las hana töluvert og ég satt líka kynningu á Lýsu rokkhátíð með hluta af þeim sem að skipuðu þennan starfshóp og það var margt þarna sem að mér finnst að við á sveitarstjórnarstiginu þurfum að huga að. En niðurstaða starfshópsins í rauninni ótrúlega afdráttarlaus í þá veru að það sé ýmislegt sem að þurfa að gera. Ég ætla að fá að lesa aðeins úr skýrslunni með leyfi forseta. Það niðurstaða starfshóps eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu að til að breyta þessu þurfi stjórnvöld að móta heildarstefnu heilindi í stjórnmálum og stjórnsýslu og fylgja henni eftir með aðgerðaráætlun. Starfshópurinn metur það svo að vantraust íslensk almennings á stjórnkerfinu sem kannanir sýna töluvert meira en á Norðurlöndunum, megi að hluta til rekja til þess að ekki hafi verið hugsað nægilega að slíkri stefnumótun. Stjórnvöld því vanbúin að bregðast við, taka og læra af gagnrýni. Einnig skortir nauðsynleg tæki og tól til að rýna fyrirfram ákvarðanir, framkomu og samskipti við almenning. Og ég ætla að fá að halda aðeins áfram í skýrslunni með leyfi forseta. Vantraust á stjórnvöldum þó að sjálfsögðu ekki einsdæmi á Íslandi, heldur vandi sem við að etja í mörgum lýðræðisríkjum samtímas. Slíkt vantraust skapar pólitískan óstöðuleika, dregur úr vilja og getu til þess að vinna að stöðugri endurnýjun lýðræðislegra kerfa og veldur sambandsleysi almennings og fulltrúa þeirra sem fara með völdin. Taki stjórnvöldum ekki að gefa almenningi til kynna að starfsemi stjórnkerfisins sé í höndum hæfs fólks, jafnt kjörinna fulltrúa sem starfsfólks stjórnsýslu, þá getur traust ekki skapast. Og mér finnst þetta mjög áhugavert og sérstaklega kannski að það sem við vorum að ræða Akureyrar-flugvöll hérna áðan og eins og bæjarfulltrúi Hlynur bent á að finnast í rauninni ákveðin svona efasemd að kerfið sé að virka. Þetta kannski ákveðin endurspeglar með ágætis hætti hugmyndir lýðræðiskerfin okkar. En þessi starfshópur leggur fram 25 einstaka tillögur sem skiptast í rauninni 8 svið og þessi svið í fyrsta lagi markmið heilindi, í öðru lagi siðareglur og siðferðisleg viðmið, í þriðja lagi gagnsæi, miðlun upplýsinga og upplýsingaréttur almennings, númer 4 hagsmunaárekstrar og hagsmunaskráning, númer 5 samskipti við hagsmunaaðila, hagsmunavarsla eða lobbyismi og starfsval eftir opinber störf. Númer 6, vernd uppljóstrara. Númer 7, lýðræðislegt samráð við almenning sem einmitt umræðuefni hérna síðar á fundunum í dag. Og númer 8, símenntun starfsfólks fræðsla og gagnrýnin umræða. En við þekkjum þetta örugglega öll þessa umræðu vantraustið sem að auðvitað varð sérstaklega mikið í kjölfar hrunsins. Og það náttúrulega ótrúlegt til þess að hugsa að það að verða áratugur frá hruninu. Og á þessum áratug sem kannski við sem erum orðið miðaldra líður eins og það hafi bara verið fyrir korteri, en fólk sem var að fermast á þeim tíma bara útskrifað úr háskóla. Þannig að þetta orðið bara í sögubókunum, en eftir situm við ennþá með það að traust á stjórnmálum, það hefur ekki náðst að byggja það upp
og þetta eitthvað sem við þurfum hvort heldur sem á sveitarstjórnarstiginu eða hjá ríkisvaldinu að horfa á svolítið í spegil og hugsa hvað getum við gert til að efla og treysta lýðræðislega stoðir þessa samfélags þar sem við trúum væntanlega öll ennþá á lýðræði í stóra samhenginu, en alltaf þurfum við að vera að horfa á okkur markviss til að bæta þetta lýðræðislega kerfi, því að lýðræðið eitt og sér ekki bara fullmóta kerfi í dag. En í nýlegri könnun þá kemur fram að trausti lögreglu, heilbrigðis- og dómskerfis mikið á Íslandi, en trausti fjármálastofnuna og atvinnulífs telur í rauninni lítið að vera mikið vantraust þar. Það kemur fram í þessari skýrslu að yfir 70% þjóðarinnar telur spillingu í stjórnkerfi og atvinnulífi vera mikla eða frekar mikla. Það rosalega mikið. En í skýrslu forsætisráðherra kemur einnig fram mjög mikilvæg fullyrðing og hún með leyfi forseta, upplifun einstaklinga á spillingu, hvort sem hún réttmæt eða ekki, grefur undan lýðræðinu og helstu stofnunum samfélagsins. Og þegar Íslendingar eru spurðir hvort mikilvægt sé að hafa tengsl við stjórnmálamenn til að komast áfram í lífinu, þá telur helmingur Íslendinga að svo sé, sem umtalsvert meira en á hinum Norðurlöndunum. En þó að sé í þessari skýrslu verði fyrst og fremst að ræða ríkisstigið, starfsumhverfi ráðherra, þingmanna og ríkisstofnana, þá held ég að í skýrslunni séu ansi margir hlutir sem að við á sveitarstjórnarstiginu getum nýtt okkur í þessari vinnu. Tökum bara sem dæmi nýlegt sem að því við erum nú nýbúin að ganga í gegnum kosningar, og það til dæmis samvinnu milli flokka. Milli minni og meirihluta, hvernig á henni að vera háttað, þetta vera hatramar deilur, hvenær eigum við að vinna saman, hvenær eigum við að eigna okkur mál, hvernig eigum við að gera þetta allt saman. En í könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og trausti til Alþingi sem gert var 2013, þá kemur í ljós að lítilega léleg samvinna stjórnmálamanna og drjúgan þátt í vantrausti sem það lýsir á Alþingi, og jafnframt segja niðurstöður að langalgengast sé að fólk vantreysti Alþingi sem stofnun frekar en að tiltekni þætti stjórnmálana eða upplifun á einstökum stjórnmálaöflum ráði þar mestu. Og þetta mjög áhugaverð vísbending til okkar. Það því líklega lítilegs fallið að efla traust ef það ríkjandi skilningur á ákvörðun einnar ríkisstjórnar, nú eða sveitarstjórnar, sé einskis virði þegar nýr meirihluti kemst til valda. Það hlýtur að grafa undan samfellu og hafa slæm áhrif á langtíma stefnumótum. Og þetta tel ég vera eitthvað sem við þurfum að skoða í upphafi þessa kjörtímabils, sérstaklega þegar við erum að taka ákvarðanir sem eiga að vera stefnumarkandi til lengri tíma, að það sé okkar skylda að vinna vel saman, bæði milli flokka sem einstaklingur og sem líka milli minni og meirihluta sem ein bæjarstjórn sem var kjörin til að vinna fyrir íbúa svæðisins. Í skýrslunni eru líka ábendingar siðareglur og við vorum að ræða siðareglur á síðasta fundi bæjarstjórnar og Sóley benti einmitt þar á það sama og einmitt kemur fram í skýrslunni, bæjarfulltrúi Sóley, svo ég hafði þetta nú allt rétt, að siðareglur sé ekki bara, tilgangur þeirra sé ekki í rauninni bara að vera skrifaðar rétt hönd og samþykkja þær, heldur að hluti af því að siðareglur séu markvissar og fylgi okkur og við innleiðum þær hjá okkur sé að eiga umræður og samtalið siðareglur og það einmitt í ferli hér. Í skýrslunni líka rætt gagnsæi í stjórnsýslu, en ein ríkasta krafa samtímans auki lýðræði birtist einmitt í gagnsæi. Og ég telji að minnstakosti í upphafi kjörtímabilsins þá sé að við að reyna að vanda okkur við það að almenningur hafi millilausan aðgang að þeim gögnum sem nauðsynlegt eru til þess að hægt sé að fylgjast með störfum okkur og hvernig ákvarðanir eru teknir og hvaða forsendum, eins og til dæmis bara bókanir nefnda, fylgjuskjöl fylgi og svo framvegis. Og að gera að brýna okkur til góðra verka þar. En ekki síður þurfum við og stjórnendur bæjarfélagsins að vera vel upplýst eðli nýrra persónuverndarlöggjöfar og kannski passa okkur á því að ótti okkar eða jafnvel vanþekking á löggjöfinni eða ólík túlkun á löggjöfinni gera okkur ekki hrædd við að veita upplýsingar. Í einbirtingamynd vantraust nefnilega tregða við að veita upplýsingar og í skýrslunni talað þennan vítahring sem getur skapast í þessu samhengi og hann ofsalega áhugaverður og maður sér hann í rauninni alveg strax á fyrstu metrunum.
Vítahringurinn, og það náttúrulega hægt í vítahring hægt að byrja hvar sem en ef við tökum sem dæmi að það kemur einhvers konar tregða við að veita upplýsingar frá stjórnsýslunni og þessi tregða veldur tortryggni sem gerir það að verkum að það kemur fram rík krafa aðgang að öllu. Þegar upplýsingarnar loksar síðan koma eru þær túlkaðar á versta veg þannig að upplýsingarnar sjálfar geta síðan valdið tortryggni sem leiðir okkur síðan til þess að stofnanir óttist afleiðingar sem að upplýsingarnar gefi sem kemur okkur aftur á byrjunarreit sem tregða við að veita upplýsingar. Þannig að þetta eitthvað sem að rætt í skýrslunni og ég held að sé alls ekki bara vandi ríkisins heldur við finnum þetta líka á sveitarstjórnarstiginu og við þurfum að vera með svolítið opin augun gagnvart. Í skýrslunni sem forsætisráðherra lét gera líka rætt hagsmunaárekstra en hagsmunaárekstrar talin sá þáttur stjórnmála og stjórnsýslu sem vekur hvað mesta andúð í samfélaginu. Grunnsemdir almennra borgara sem geta virst á rökum reistar eða eru á rökum reistar að kjörnir fulltrúar eða opinberir starfsmenn misnoti aðstöðu sína í sína eigin þágu eða þágu sína nánustu eða annara eða séu með þeim hætti tengdir hagsmunaaðilum að þeim geti með einum eða öðrum verið háðir þeim eða jafnvel á valdi þeirra leiði til ásakana spillingu og stuðli almennt að kaldhæðnislegri afstöðu til opinberra ákvarðana. Og enn fremur segir, með leyfi forseta, stjórnvöld verða því að sýna lagni til að koma í veg fyrir tilefnislausar grunnsemdir hagsmunapot og leið átta sig á þeirri sprengihættu sem í því felst að hinn almenni borgari telji grunnt á slíku innan stjórnmálana og stjórnsýslunar. Slíkar grunnsemdir geta leitt til þess að jafnvel tilraunir til að auka gagnsæi mögulega hagsmunaárekstra og kröfur hagsmunaskráningu birtast almenningi sem viðleitni til hins gagnstæða. Þetta nefnilega svo vand með farið til þess að ná fram þeim árangri sem við viljum að gera þetta vel. Í þeim samhengi til dæmis í þessari skýrslu verið að endurskoða hagsmunaskráningu og þetta kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa Við skrifum niður okkar hagsmunaskráningu, ætti hún ekki að vera opinber, að ganga lengra á að skrá hagsmuni sem eru ekki með fjárhagslega tengingar. Þetta kannski eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur í þessu samhengi. En þá líka rætt samskipti við hagsmunaaðila og það lagt til að hagsmunaaðilar þurfa að skrá sig sem hagsmunaaðilar til að geta stundað hagsmunapot sem líka svolítið áhugavert. En það á að auðvelda sýnileika tengsla til dæmis milli kjörinna fulltrúa og starfsmanna annars vegar og hagsmunaaðila hins vegar. Og fyrir á þessu ári þá fannst mér svolítið athyglisvert að sjá að það voru nokkrir ráðherrar sem tókuðu upp hjá sjálfum sér að birta útdrátt úr dagbók sinni þar sem meðal annars kom fram upplýsingar fundi með hagsmunaaðilum. Og mér finnst þetta til dæmis eitthvað sem gæti verið spennandi að gera hér fyrir hvort sem heldur bæjarfulltrúa eða nefndamenn að hreinlega birta með reglubundnum hætti við hverja að vera að funda í því skyni að maður sé bæjarfulltrúi eða nefndarmaður með hverjum og hvað. Kannski ekki eitthvað nákvæmlega en þetta allavega held ég að gæti verið viðleitni til þess að opna þessa umræðu hvað við erum að gera og það sé ekki svona einhverjir baktjaldafundir hér og þar. En íbúalýðræði, það mjög mikið talað íbúasamráð og íbúalýðræði og í skýrslunni og við ætlum bara að ræða það aðeins á eftir. En aðalatriðið þar það sem við kannski flest vitum að vel heppnað íbúasamráð getur aukið traust almennings á stjórnvöldum og stjórnsýslu en hins vegar misheppnað íbúasamráð getur akkurat gert þveröfugt og dregið úr trausti. Þannig að það mikið í húfi þegar við förum í þessa umræðu á eftir. En að loka þá langar mig að nefna þess kafla úr skýrslunni sem fjallar símenntun starfsfólks, fræðslu og gagnrýna umræðu eða eins og segir í skýrslunni með leyfi forseta. Krafan meira og betra lýðræði sem minnst hefur verið á áður á rætur í umróti hrun árana og felur ekki síst í sér óskum meiri hæfni og skilvirkni stjórnsýslunar. Staðreyndin svo að þótt að stjórnarráðið sé risavaxinn vinnustaður í íslensku samhengi standa íslenskir embættismenn og starfsfólk stjórnarráðsins jafnan frammi fyrir því að hafa mun fleiri verkefni á sinni könnu en gengur og gerist meðal kollega erlendis. Og þetta fær mann skiljanlega til að staldra við stærð sveitarfélaga og mikilvægi mögulega þess að skoða þessar einingar og þau hlutverk og ábyrgð sem það hafa þegar íslenska stjórnarráðið of lítið hvað þá með sveitarfélagi þó að auðvitað ábyrgðin og sviðið sé ólíkt
en við finnum að sjálfsögðu svolítið fyrir því og það gæti alveg verið að hluti af því að sameina sveitarfélög og gera skarpari skilgreiningu og hlutverki landshlutasamtaka gætu styrkt stoði kerfisins og auki traust á því. En í skýrslunni, kannski sérstaklega vegna þess að vantraust sem bæði milli ríkis og sveitarfélaga sjálfra á milli, því þetta ekki bara í eina áttina. En í skýrslunni einnig nefnd fræðsla fyrir kjörna fulltrúa Alþingi, en þar starfræktur stjórnarráðsskólinn. Annað sem ég fór að velta fyrir mér eða við í þessu að ætti að vera meiri og öflugri nám og endurmenntun kjörinna fulltrúa, sérstaklega kannski við upphaf kjörtímabils og kannski í því samhengi ætti Samband íslenskra sveitarfélaga með einhverjum hætti að vera með slíkan skóla til að bæta okkur og okkar upplýsingagjöf kerfin og svo framvegis. En sem sagt, þessi skýrsla ofsalega áhugaverð og ég hvet ykkur þegar ykkur leiðist á föstudagskvöldi til þess að grufla ykkur í gegnum hana, en ég held að við ættum að gaumgæfa alvarlega hvort það sé þarna eitthvað sem við getum nýtt okkur og ættum kannski að gera það til dæmis í bæjarráði sem ráð stjórnsýslunar og koma aftur með mótaða tillögur til umræðu hér í bæjarstjórn. En þó svo að skýrslan sé að flestu leyti góð og gagnlegt skjal að þá urðum við fyrir vonbrigðum með að sjá enga umræðu eða tillögur bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga. En þau samskipti teljum við að geti haft verulega neikvæð áhrif á trausti almennings til stjórnmálan og stjórnsýslunar almennt. Þetta eru stjórnsýslustigin á Íslandi. Og á þessu stutta tíma, eins og kannski Hlynur var að lýsa áðan sinni upplifun, en á þessu stutta tíma sem ég verið, þá finnum maður þessa togstreitu milli ríkis og sveitarfélaga annars vegar og síðan milli sveitarfélaga hins vegar og vantraust milli ríkis og sveitarfélaga á milli. Við á sveitarstjórnarstiginu berum líka að sjálfsögðu ábyrgð og það það sem við höfum verið að tala hér og höldum áfram að tala á eftir í formi íbúalýðræðis. En það hefði verið óslega gagnlegt ef að þessar tillögur starfshóps forsætisráðherra hefðu falið í sér til dæmis að forsætisráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga vinni sameiginlega því að formgera og vinna bættum samskiptum ríkis og sveitarfélaga eða ef báðir aðilar setja sér gagnkvæmar vinnureglur með til dæmis að setja tímamörk og svör hvors til annars, bæta rafræn samskipti, samvinna starfsmanna ríkis og sveitarfélaga, samráðsvettvang einstakra sveitarfélaga við tiltekin ráðuneyti og svo mætti lengi telja. En ég var fyrir vonbrigðum með að sveitarstjórnarstigið eiginlega bara ekki nefnt. Það næstu eins og það sé ekki til og hafi ekkert með traust á stjórnmálum að gera og einu kjörnu fulltrúarnir séu þingmenn. En í þessu, skýrslan ennþá í samráðsvettvangi og þess vegna ber ég hana undir hér, ekki síst til þess að við getum þá í samráðsgáttinu komið fram með okkar athugasemdir nú og eða rætt þetta á stigi Sambands íslenskra sveitarfélaga. En í stóra samhenginu þá það að gera ekki neitt ákvörðun og ákvörðunin í skýrslunni óbreyttri að gera ekkert til að bæta úr þar og þá kemur bara gamalt spakmæli upp í hausinn. Sama hvað þú gerir, ekki gera ekki neitt. Það bæði þetta að hitta hérna að láta máli sína og það hlust. Næstu til að bæði þetta eins og líka skemmastafur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara byrja á því að svona þakka fyrir að þessi skýrsla sé tekin hingað á dagskrá og þakka fyrir gríðarlega góða samantekt og framsögu hérna hvað varðar innihaldið hennar og þess að gera það verkum að mér finnst ég ekkert þurfa að ræða það neitt mikið frekar vegna þess að þetta bara mjög finnst mér gott og ekkert sem að vantar inn í þarna sem að ég allavega sjálf vil sérstaklega að draga fram. Og þetta þetta, sko, eins og kemur fram í bókuninni sem lögð fram, þá þetta tvíbent og það sem að mér sjálfri finnst skipta mestu máli að við speglum okkur og okkar kerfi, það að segja við sem kjörnir fulltrúar og það stjórnkerfi sem við svona lifum og hrærumst í, að við speglum okkur í þessum tillögum.
og hugsum og förum vel ofan í það hvernig við viljum nýta þetta til þess að bæta okkur. En á sama tíma get ég alveg verið sammála því að það vantar þarna þennan vingil sem að bæjarfulltrúi Hilda kemur inn á, sem samskipti ríkis og sveitarfélaga. Þó ég veit einhvern veginn, ég á ekkert voðalega auðvelt með það sjálf að, sko, ég átta mig á vantrausturinn milli sko, þess að tveggja kerfa, en ég átta mig ekki endilega alveg fullkomlega á því, svona, hvernig almenningur líður fyrir það, en þó auðvitað, meðan að kerfin sko, standa og sparki hvort annað, þá auðvitað myndar það vantraust. Þannig að mér finnst mjög rétt og akkurat einmitt af því að þetta í þessu ferlum núna. Við höfum tækifæri til að gera athugasemdir og tekið heilsugar undir þessa athugasemd og tel mikilvægt að við komum hennar framfæri. En jafn mikilvægt og jafnvel enn mikilvægt að telja að við vinnum sjálf með þetta og förum vel ofan í hvað við getum gert til að bæta, og ég hlakka mjög mikið til að ræða þetta aftur þegar við erum sjálf komið tillögur hvernig við viljum hátta þessu. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem þetta hvernig þessi samskipti geta haft áhrif á traustið. Ef við nefnum bara nokkuð dæmi hérna upp á kjörtímabils, hvort sem að það göngudeild SÁA eða flugvöllurinn. En það að upplifa í rauninni að það erfitt að ná sambandi milli aðila, eins og bæjarfulltrúi Hlynur var að nefna, þetta einhvern veginn virtist allt verið upp í loftið, sem endar í því að við förum einhvern veginn og rífum kjaftana hvort á Facebook eða í fjölmiðlum og segjum að við fáum ekki svör frá ráðuneytinu og Ísafía ætlar ekki að gera neitt og þau svara okkur ekki, eða við fáum mismunandi skilaboð eða einmitt varðandi göngudeild SÁA eða fleiri mál sem við getum nefnt langt aftur í tíman. Svo getur vel verið að það sé verið að vinna einhverja vinnu eða jafnvel einhverja upplýsingar sem okkur skortir til þess að geta átt þetta samtal og síðan þetta formlega ferli þar sem hún færð actually á endanum eitthvað svar. Og það það sem ég svolítið að tala vegna þess að þegar við förum síðan sveitarstjórnarmenn allt land að gagnrýna og láta vaða, stundum einfallega vegna þess að þeir náðu ekki samtalinu fyrir en að þeir gátu einhvern veginn náði í gegn hjá fjölmiðlum eða hjá almenningsálitinu. Og spurningin það nauðsynlegt? Að því að svo kannski ferð á fundin og færð eitthvað rök frá ríkinu og þú svona, já, ok, heyrðu, þá kannski breytum við þessu svona. Eitthvað sem við höfum bara sem báðir aðalar sem kjörnir fulltrúar geta bara leyst okkar á milli áður en að við þurftum að brjálast. Þannig að það svona tenginginu hvers vegna samskipti ríkis og sveitarfélaga geta skapa vantraust meðal almennings á kerfinu, að sé ekki að virka og eiginlega þess vegna frábært að Akureyrarflugvöllur hafi verið til umræðu því það einmitt svona típist mál þar sem einhvern veginn samskipta örðuleikarnir og formið og ferli einhvern veginn bara að skilur engin neitt hvað gerst. En ég ætla að fá bara tækifæri til að lesa þessa tillögu að bókun. Bæjarstjórn Akureyrar harbaraði í tillögum, nei, við vorum búin að breyta þessu. Ég ætla að fá að finna réttu bókunina. Væri það ekki gáfulegt? Halla, ert þú með hana hjá þér? Já, Bæjarstjórn Akureyrar ætla nefnilega að byrja á því að þakka. Bæjarstjórn Akureyrar þakkar fyrir vandaða skýrslu og telur að þar sé að finna ýmsar tillögur og útfærslur sem nýst geti sveitarstjórnarstiginu til að efla traust á stjórnmálum. Bæjarstjórn vísar skýrslunni til nánari umræðu í bæjarráði. Bæjarstjórn Akureyrar hins vegar harmar að í tillögum starfshóps forsætisráðherra eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu sé engin umræða og engar tillögur bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga og skorar á forsætisráðherra að koma fram með áþreifanlegar tillögur sem hægt að setja í ferli með það augnamið að bæta samvinnu ríkis og sveitarfélaga landsmönnum öllum til heilla. Þá fyrir þess að bókunum til samþykta þessi eitthvað samþykta nægt, ég veit ekki. Það ekki að við takkum það.